Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að penningunum. Ég heiti Gunnar Dári Ólafsson og sem fyrr umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitin að penningunum heldur líka úti vefsíðunni leip.is, það leip.is. Þar eru myndbönd og fjármál einstaklinga og ýmislegt fróðlegt sem ég hvet til að kynna þér. Gestur þáttarins í dag Kristrún Tinna Gunnarsdóttir, hagfræðingur og forstöðumaður stefnumótunar og sjálfbærni hjá Íslandsbanka. Velkomin Kristrún. Takk fyrir. Það skemmtilegt að segja frá því og best bara að ávarpa það svona í upphafi að fyrsti viðmælandi minn í þessum þáttum hérna í þessari annari seríu var Georg Lúðvíksson sem einmitt skuttlaði þeir hérna í tökurnar á þessu þætti. Hann maðurinn eða ekki? Jú, nákvæmlega. Þannig að þetta sem ekki komin einhvern svona íslenskan hring í þessu. Akkurat. Honum var tíðrætt FIRE-hreyfinguna og þá kemur svona eitt stærsti ásteytingasteinn para í samböndum eru peningar. Eru þið saman í FIRE eða hvernig nálgist þið þetta? Já, við tölum alveg fjármál og finnst það mikilvægt að vita að við séum á sömu blaðsíðu og akkurat eins og Georg kom inn á þessu viðtali líka, ég held að sé fátt verra fyrir sambönd en að þetta sé eitthvað svona tabú eða leyndamál, þannig að okkur finnst það mikilvægt og það einmitt skemmtilega svona side story kannski að við hittumst að því við erum bæðið svona í fjármálageranum, hittumst á ráðstefnu í London í fyrsta skiptið þar sem við vorum á fjártækni ráðstefnu að kynna okkur svona tækni nýjungar sem snúa þessu. Þannig að þetta svona sameiginlegt áhugamál. Já, ég vil ekki segja að það sé svona frekar ólíklegt að þetta verði ásteytingasteinn hjá ykkur. Það var svona í náinni framtíð, myndum að halda. Við skulum vona það. En þessi stóri starfstíl, forstöðumaður stefnumótunar og sjálfbærni hjá Íslandsbanka. Hvernig svona dagur í lífi Kristrúnar, vinnudagur? Hvað gerur þú dagstæðlega? Takk fyrir að spyrja. Þetta áhugavert og rosa skemmtilegt starf, verið að segja. Ég búin að vera í 2 ár hjá Íslandsbanka núna, kom inn þegar Íslandsbanki stóð á tímamótum var akkurat að byrja að innleiða nýja stefnu og ég hafi verið að vinna sem ráðgjafi erlendis við að búa til stefnur fyrir alls konar fyrirtæki, þannig að þarna skipti ég svolítið hlutskipti og fór hinum með borðið og fekk ábyrgst á innleiðingu stefnunar og þannig að ég svona sitt á skrifstofu bankastjóra og sé svona mikið af umbreytingaverkefnum þvert á bankan. Og sjálfbærni tengist þannig inn í það að hlutverk Íslandsbanka að vera hreyfiafl til góðra verka. Þannig að það svona allt hjá okkur snýst þetta, hvernig getum við stutt okkar viðskiptavinni í að gera góða hluti, fjármagna góð verkefni og passa upp á þeirra fjárhagslegu heilsu. Og við töldum bara sjálfbærnin að vera svona nátengda stefnunni að það væri ómögulegt að aðskila þessa 2 hluti. Og þú kemur einmitt, þegar við vorum að ræða saman, þá sagðir mér að þú hefðir að þú talar umbreytingu og stefnumótun og breytingar, að þú hafir starfað áður í banka og þú upplifun og lífsreynsla var ekki til þess fallin að þú vildi starfa aftur í banka. Akkurat, þú komst inn að ég hagfræðingur, ég lærði sérst hagfræði og útskrifast 2008 og hafði reynda verið að vinna í Landsbankanum ár þar á undan, var í greiningarhlutinni, þá var ég actually að vinna sem hagfræðingur og sérst fekk þarna 2 ára starfsreynslu sem bara hefði ekki geta verið viðburðaríkari. Það var 1 ár sem var lokin á uppsveiflunni, hrunið sem var alveg ógleymanlegur tími á rosalega margan hátt og svo 1 ár af uppbyggingastarfinu. Svo flutti ég til erlendis og fór í nám sem ég hafði alltaf planað en þetta var líklega mest í skóli sem ég hef nokkuð síðan gengið í gegnum. Ég trúa því. Mér líður svolítið svona eins og ég sé að byggja að bera saman Ísland og Malaví þegar ég segi getur þú lýst muninum á því að vera í bankakerfinu þá og núna. Hvernig svona þú veit, nálgistir hlutin öðruvísi, þetta þú talar fjárhagslega heilsu viðskiptavina, maður hugsa svona var það trendið hérna fyrir 10 árum? Hvernig svona þetta öxi sem búið að skipta haus og skaft á? Það rosalega mikið breytt, alveg bara bæði hvað varðar svona kultúrin og hvernig bankarnir eru að vinna og regluverkið og allt í kringum það. Þannig ég myndi segja að það sé rosalega erfitt að bera þetta saman og þá náttúrulega voru líka bankarnir tífalt stærri en þeir eru í dag og með mikil umsvif erlendis. Fyrir utan náttúrulega bara tæknina og svona væntingar viðskiptavina, þú veist, nú okkar markmið að vera besti þjónustu, það sem að þjónusta þýddi fyrir 10 árum svo óbúslega langt frá því að vera það sem það í dag, þannig að það gríðarlega margt breytt, en þetta var rosa skrítin tími af því að ég man bara, þú veist, ég var svo
ótrúlega sár og eins og sagðir, þú veist, ég er svona eiginlega kom út úr þessu hruni svolítið bara bara fjármálageirinn er minn gallaður, þú veist, ég ætla aldrei að vinna hérna aftur og flyt til Svíþjóðar í hagfræði og allir hagfræðingarnir úti náttúrulega sjúklega áhugasamir að heyra hvernig var þetta sko og ég svona var bara ennþá svo einhvern veginn brotin eftir þetta, mér fannst bara erfitt að svara spurningum. Þetta var bara svona næstu því traumatiserandi. Í rauninni sko, svona til að byrja með og ég skammaðist mér svo óbúslega og sérstaklega hafa verið að vinna í banka og bara, þú veist, hafa ekki séð þetta einhvern veginn og bara, þú veist, ég hlýtt að hafa verið svakalega meðvirk og þetta hefði alltaf átt að vera augljóst sko, en þetta alltaf var mjög flókin atburðarás og rosa margt sem gerðist sem að bara, maður svona eftir á, það búið að skrifa, ég veit ekki hvað margar skýrslur og bækur og skjöl þetta og við erum svona ennþá, stundum að finna nýja hluti, en svo kannski þegar ég var búin að vera úti í 1-2 ár og svona var farin að svara svona spurningum og svona meira velta fyrir mér hvað get ég lært af þessu þá fór ég svona allt í einu átta mig á þetta er kannski bara reynsla sem að þú getur byggt á og passað að gera hlutina öðruvísi þannig ég er svona skipt skoðun einhvers staðar á leiðinni og ákvað segja nú ekki alveg skilu við fjármálageirann en ég lofaði sjálfur mér að aldrei verða meðvirk eða ekki segja ef mér fyndist eitthvað vera athugavert. Já, þetta er gott þroskaferli held ég, það hljómar alltaf þannig. En þú talar að, helmingurinn af starfstillinu þínum er sjálfbærni og þar komum við inn á viðfangsefni sem að er líka, sko, mér finnst mjög áhugavert og það er fyrirbærið áhrifarík umhyggja. Að þetta er íslenskun á effective altruism, er það ekki? Jú, akkurat. Og hugsunin á bakvið það er, svona að gera góðverk og gera góðgerðir og einmitt það starf eins skilvirkt og hægt er og þetta er mér finnst áhugavert, þannig að það er spurning hvort að ég held að veit að þú veist meira en ég hvernig virkar þetta, hver er pælingin? Já, ég held að pælingin í grunninn, þetta er ótrúlega skemmtilegt konsept sem að ég kynntist svona rosalega síðan ég kynntist en í grunninn er pælingin svo eins og þú lýstir að þegar þú ert að taka ákvörðun að styrkja gott málefni að þú reynir að gera það á þann hátt að peningarnir skili sér í sem mestu virði eða sem mestri jákvæðri breytingu og áhrifarík umhyggja snýst ekki að ákveða hvaða málefni þú brennur fyrir eða hvað þér finnst mikilvægt, það getur verið dýravernd, það getur verið loftslagsmál, það getur verið átrýma fátækt heldur þegar þú ert búin að segja markmiðið mitt er loftslagsmálin ef ég ætla að setja 1000 kall í það hvað er þeim 1000 krónum best varið og það er svona kannski auðvelt að heimfæra þetta því það er mikið verið að tala kolefnisjöfnun og mismunandi aðferðir og leiðir til þess þar skiptir auðvitað máli hver gæðin eru, þú veist hversu góð kolefnisjöfnun er sem er annað topic en líka hvað færði mörg kannski kolefnistonn per dollar þannig að þetta er svona kostnaðar og ábatagreining. Það er kostnaðar ábatagreining og þarna kemur hagfræða tengingin sko, en það kemur mann á óvart, það getur verið 100-faldi munur. Þannig að það að setja sko 1000 kall í eitt, það getur verið eins og 100.000 krónur sem það er sett í eitthvað annað, bara eftir hvort þú ert svona að skoða, hvað þú ert að fá fyrir peningin. Mér segir frá hugur að við séum ekkert komin eitt rosalega langt í að reikna þetta. Bæði hvað var það bara almennt góðgerðir og líka sérstaklega kolefnismál. Það er alveg rétt og þetta er ótrúlega að fyndi af því að þú ert að fara að kaupa þér síma til dæmis eða nýtt sjónvarp eða eitthvað, þá ferðu og skoðar hvað er í boði, þú veist, þetta er budgetum mitt sem ég er tilbúin að eyða í það og þú veist, hvað skiptir mig í máli, vil ég fá stórt sjónvarp eða vil ég að gæðin séu ótrúlega skýr, þannig að þú pælir miklu meiri í þessum hlutum, en svo þegar þú kannski að gefa til góðgerðarmála þá oft er þetta meira svona tilfinningarlegt, það hringir einhver í þig eða biður þig einhver að gefa og þú hugsar, þú veist, ég er sama með málstanum og þú setur 2-3 krónur en þú hefur ekki hugmyndum hvað svo verður peningana. Þannig að svona, og ég er ekki að segja að allir þurfa að gera sína eigin greiningu og eyða öllu föstudagskvöldinu ég er að komast að því hvað er besta málefnið, en það eru félög úti, sérstaklega alþjóðlega sem að gera svona greiningar og fara mjög djúpt í bara kanna hvaða málstæður eru besti, svolítið eins og svona hlutabréfagreiningar það sem að einhver reyna að mynda sér skoðun á hvað sé bestu valkostirnir. Og þetta er eitthvað sem fólk getur kynnt sér, það er Facebook-hópur sem heitir áhrifarík umhyggja. Nákvæmlega, já. Þar er hægt að skoða akkur þetta og það eru mjög áhugaverðar pælingar oft í gangi þar, þannig að ég vonum að fólk hrúist þangað inn eins og að gera í fæjarhópin eftir að Georg kom. Það væri mjög gaman og ég brenn mikið fyrir þessu og þetta snýst í rauninni að útvíka þetta út fyrir bara peningsást að gefa allir góðgerðarmála af því að það er líka til heimasíða sem heitir 80,000 hours
sem ekki síður áhugaverð og 80.000 klukkustundir vísar í lengd starfsævi að meðaltali og það svona verið að segja ok, þú hefur 2 hluti sem þú getur gefið, það peningarnir er eitt en hitt tíminn þinn og þannig að ýmsa pælingavarandi sko áttu að vinna hjá einhverju góðgerðarfélagi eða áttu að bara fara í eitthvað súper vel launa starf til að geta gefið launin þín, þú veist, þannig að það snýst svolítið bara einmitt, hvernig finnur lífsamingju og eitthvað sem gerir sjálfur en lætur gott að leiða á sem skilvirkastan hátt. Og hámarkar virðið. Hámarkar svolítið í virðið sko, þannig að þetta alveg pjúra svona hagfræði hugsunin hvað þetta var þar. Þetta svona ísköld nálgun og rosalega fallegan hlut sem skemmtilegt. Algjörlega. En þú hefur greinilega verið með hausinn svona í fjármálum og peningum í daldinn tíma. Fékkstu fjárhagslegt uppeldi? Voru peningar til umræðu á þínu heimili? Já, ég man ekki eftir frá því að ég var mjög lítil en foreldrar mínu voru bæði námi þegar ég var að alast upp þannig að svona það var ekkert óbáslega mikill peningur til og ég fekk alls ekki alltaf allt sem ég vildi og sem úlingur fannst mér stundum svolítið ósanngjarnt að mér fannst eins og margir eru upplifa allir aðrir fengu allt sem þeir dreymdu sko ég held svona eftir á ég ferðaðist svolítið mikið og það var held ég svolítið forgangsröðunni á foreldrum mínum þá ég vildi að við fengjum upplaganir og ferðumst heiminn með þeim en ég fekk kannski ekki merkjavöruna eða dýrustu flottustu buxurnar og 17 eða skoðuna sko sem að kannski var það sem ég var að hugsa á þeim tíma en á móti kemur líka ég fekk svona tilfinningu fyrir virði hluta og peninga af því að ég var mjög snemma farin að geta unnið mér inn peninga þannig ef ég vildi kaupa þessu hluti sem foreldrar mínu kannski hefði ekki sett efst á listan sko, þá gat ég unnið mér inn og þá ákveði sjálfa umbreyta mínu tíma í þessa hluti. Akkurat og ég get ímyndað mér að í dag þá sjáum við ekki mjög eftir þessum buxum en ferðarlögin og allt það, allar þær upplifanir séu þeimun séu þeir þeimun ferskar í minni. Algjörlega og það má eiginlega segja að þetta sé svona ennþá pínu hjá mér í dag sko, ég held að ég kaupi almennt mjög lítið af svona fötum og hlutum nema með svona virkilega lang í það en ég hef eitt freka miklu tíma og peningum í ferðalög og ég sé alls ekki eftir neina af því. Já, nei, ég trúi því. En af hverju hagfræði? Hvað kom til? Bara... Já, góð spurning sko, ég var svo tvístegandi, ég var svolítið á þessum tíma þegar ég var að velja háskólann á upptíkina því að ég vildi halda sem flestum valmöguleikum opnum og þarna var ég svolítið að horfa með bæði viðskiptafræði spennandi en mér fannst líka verkfræði spennandi og hagfræðin svona í mínum huga var svolítið svona mitt á milli þá fékk ég svolítið svona starffræðina og en gat líka verið að pæla svolítið í businessnum og svo fannst mér þessi svona alþjóða hagfræði sem snýr svolítið að þessu svona hvernig hagþróun í heiminum og fátækulöndin, hvernig getum við hjálpað þeim að komast áfram það var málefni sem að heillaði og svo finnst mér líka svona það að hagfræði eiginlega ekki raunvísindagrein heldur svona félagsvísindagrein, þú veist, þetta snýr ótrúlega mikið líka mannlegri hegðun og ég var svona áhugasöm sálfræði og svona ýmsar svona hegðunar tengdar greinar, þannig að mér fannst það svona sameina margt í sama á einu fæinu. Og ég mynd sálfræðin og hagfræðin hafa verið að tvinnast svolítið meira saman svona kannski síðasta áratuginn. Algjörlega, og þessu svona behavioral economics og allar þessar pælingar bókin Think Fast, Think Slow sem snýr svolítið alls konar svona hugsanavillum og hvernig getum við leiðrétt fyrir því að við sem alls konar bæjasa í hausnum það er ótrúlega áhugaríkt og spennandi og einmitt Thinking Fast and Slow er einu og svo Richard Thaler einmitt sem fekk Nóbelsverðlaun fyrir það hvernig hann kynnir behavioral economics sem að hafa kallað atferlishagfræði er það ekki Jú, ég held það og hann sagði að hans draumur væri það að útrýma atferlishagfræði vegna þess að hann vildi það að það yrði bara hagfræði að það er ekki lengur bara einhver líkun og módel og svona heldur bara að maðurinn yrði einhvern veginn þungamiðan í þessu þannig að það er svolítið skemmtilegt en hagfræði hún er svona eins og við horfum mjög mikið á fjármálalæsi og fjárlæsi og fjárhagslegt sjálfstæði í þessu hlaðvarpi hagfræði hún er þetta snar þáttur í öllum þessum peningamálum og fjármálum þannig að mér langaði svolítið að pota í hausinu aður með það að fá svona hagfræði 101 útskýringu á nokkrum, ekki einu 103 sko, þetta er 101 á nokkrum atriðum sem við erum svona búin að taka saman og þetta er svona spurðu hagfræðing Já, nákvæmlega, eins og ég var að við sko, það er svo langt sen ég las hagfræði og vann við það það er alltaf örugt, ég mun ekki segja neitt sem er ekki mannamáli Nei, einmitt, og það er einmitt sko
ég unni með hagfræðingum og sem hafa þannig ofurkraft að geta útskilt hluti á mannamáli, en það fer ekki endilega saman að vita sko, rosalega mikið hlutina og geta sagt frá þeim á einfaldan hátt, þannig að það er bara betra og fyrst og þetta er svona kannski pingu íllkvittið að því hagfræðingar, það er ekki einhver tala að einhver hafi spáð sko rétt fyrir 7 af síðustu 2 kreppum eða svona spáð fyrir 7 af síðustu 2 kreppum með einhverju svoleiðis, að því maður hugsa svona hver sko hagfræðinga og veðurfræðinga og jarðfræðinga, þetta er allt einhvern veginn svona, þetta er ekki, að þú segir, þetta er ekki raunvísindi, þetta er félagsvísindi, þetta eru nálganir á hlutina og þetta af hverju skiptir þetta máli? Hvaða þýðingu hefur hagfræði fyrir okkur? Já, það áhvert að þú nefnir veðurfræðingarna og jarðfræðingarna, þannig að í öllum þessum tilvikum ertu að reyna að giska á hvað gerist og það er alls konar ytri öfl, sama hvort það er veðrið eða móður náttúra eða mannlega eðlið sem er líka ódregnilegt, sem þú ert einhvern veginn að reyna að segja hvað gerist á morgun og hinn og hinn og hinn, en ég held svona, akkur er hagfræðin mikilvæg, hún skiptir óbærslega miklu máli, hún hefur svo mikil áhrif á lífið okkar allra og stundum er það eitthvað annað sem að triggerar breytingar, eins og núna til dæmis bara COVID og þessi heimsfaraldur, að ég held að engin hagfræðingur sé fyrir hvað gerðist í íslenska hagkerfinu af því að þetta var bara eitthvað algjörlega utanakomandi sem að bara engan óraði fyrir, þannig að ég held að það sé oft svona orsakinn, en hins vegar get ég alveg sagt að hagfræðingar voru alveg búin að vera að hugsa ok, nú erum við orðin rosalega háð túrismanum á Íslandi, það gæti eitthvað gerst, það gæti verið eldgos, það gæti verið einhver annar ytri atburður, þannig að það var alveg búið að gera svona, hvað segir maður, svona scenario, sviðsmyndir, frábært takk, að það gæti eitthvað olli því að túrismin yrði fyrir áfalli, en ég held að enginn sé fyrir hvað varð snarft og rosalega mikið bara á einni nóttu. Já, og bara allan heim. Og allan heim, akkurat, þannig að það er svona, akkurat, svolítið eins og bara í fjármálahruninu, sjálfur fyrir 12 ára orðin 12 árum, verða 13. Já, verða 13, nákvæmlega tími flýgur, þannig að ég held að það sá enginn fyrir sér á þeim skala eitthvað myndi gerast, en það lá alveg ljóst fyrir að þá var hagkerfið mjög heitt og það þurfti leiðréttingu og spurningin var bara hvenar og hversu mikið yrði hún. Já, en svo eru líka svona hagfræði pælingar sem að serviettupælingar og barpælingar, sem við vorum bara að tala hérna áðan sko, það hagfræði er ástæðan fyrir því að Financial Times er með svona stóra blaðsíður. Já, akkurat. Það er svona hegðunarparturinn sem vorum að tala ég var að segja þetta áður við byrjuðum viðtali að Financial Times, því sem hafa lesið að það er í ótrúlega ónotendavænu broti, alveg fáránlega stórt. Já, og sérstaklega þú sittur á flugvelli, þú ert að reyna að lesa þetta sko, þú ert alltaf að ýta í fólki við hliðina, það er alveg eins og kjáni sko, og ástæðan fyrir að blaðið er ennþá í svona stóri broti er að einhver tíma 1900 og eitthvað væntanlega, þá var skattur per blaðsíðu á dagblöðum og þá fann einhver snillingur upp bara heyrðu, en ef ég gera ógeðslega stóra blaðsíðu þá borga ég miklu minni skatt. Akkurat. Og svo er náttúrulega löngu búið að breyta þessu skattkerfi en eftir situr þetta brot sem er svolítið einstakt og svolítið óþægilegt. Og þannig er bara heimitt, er hagfræðina og það er hvernig hagfræði er beitt að hafa áhrif á bara mannlega hegðun. Ég heyrði einhvern tíma líka að sko það var, ég held að veri skorsteinaskattur í Bretlandi og þannig að fólk kynnti ekki húsin sín, heldur fór bara á barinn. Já, nákvæmlega. Og þess vegna urðu sko public houses eða pubs urðu svona miklu svona mikil fótfestu. Og þetta er svona þessi mannlega tenging í hagfræðinni að þú kannski hækkar skatta á áfengi af því að þú vilt ná niður áfengisneyslu en það er ekkert örugt að það verði niðurstaðan. Það býr til hvata til þess að fara að brugga sjálfur og þú getur fengið miklu meira landa en á markaðin eða alls konar hluti sem eru kannski ekkert endilega jákvæðir þegar upp er staðið. Það eru þessar ófyrirsíðu afleiðingar. Algjörlega. Sem eru oft mjög áhugaverðar. Það geta verið mjög áhugaverðar. Stundum jákvæðar en stundum jafnvel verri en ef ekkert hefði verið gert. Akkurat. En annað konsept í hagfræðinni, hugtak í hagfræði, það og sem maður heyrir oft og ég er ekki viss að allir sko viti hvað gerir, það er allir með stýrivextir. Geturðu, ef þú verður að tala við svona eins og ég starfaði í fjölmiðlum og eitt besta ráð sem ég fengið er frá Siggu Hagalín það sko þegar þú ert að skrifa fréttir þá eiga það að vera þannig að sæmilega upplýstur 18 ára ólingur skilja þér. Geturðu útskýrt stýrivexti fyrir sæmilega upplýstum 18 ára ólingi? Já. Það er alltaf að reyna. Ég skal reyna,
kannski í sinni allra einföldustu mynd þá eru stýrivextir vextirnir sem Seðlabanki notar til að stýra vöxtum á Íslandi. Þannig að Seðlabanki Íslands sem að í rauninni gefur út allar íslensku krónurnar og vill hafa áhrif á verðbólgu og fleiri hagstærðir, þeir velja sér vaxtastig og það er í rauninni svona, setur svolítið tónin í kerfinu. Þannig að þegar þú ert að horfa á hvað bankarnir að gera inn- og útlánavexti, þá stýrist það af stýrivöxtunum. Og ef ég tek kannski dæmi að það var mikið talað í gegnum tíðina að vextir í Íslandi væri rosalega háir og húsnæðislána vextir á tímabili voru 4% verðtryggðir. Já, 7-8% óverðtryggðir. Akkurat og alltaf hægt að fá óverðtryggða vexti en á meðan að þegar ég var í Svíþjóð fyrir 10 árum þá voru vextirnir þar svona 4-5% lægri. Þeir voru kannski svona kringum 1% og þá var fólk að velta fyrir sér býta akkur eru bankarnir á Íslandi að okra svona mikið sko, en það snýrst ekki alveg það því að bankarnir fjármagna sig á einhverjum vöxtum líka. Þannig að þetta í rauninni snýrist meir hvað þurfa bankarnir að fjármagna sig á háum kjörum. Þannig að, veit ekki, hvort þetta hjálpar. En stýrivexti stýra öðrum vöxtum, það er svolítið grunnurinn. Og þá er sko spurning, sko, af hverju getur Seðlabankinn ekki bara haft á bara 0? Hvað myndi þá gerast? Akkurat, og það var spurningin sko, hverju verið að reyna að stýra og þetta er svolítið, Seðlabankinn ef hann hækkar vextina, þá vill hann búið til hvata til að fólk spari meira af því þá færðu hærri vexti á innistæðunar eða skuldabréfin sem þú kaupir en á móti kemur að þegar vextirnir hækka þá er dýrara að taka lán þannig að þú ert ólíklegri til að taka lán til að fara í einhverja framkvæmdir eða gera einhverja fjárfestingar eða nýsköpun. Þannig að á meðan eins og núna í kreppunni þegar allt í einu eykst atvinnuleysi þá vill Seðlabankinn mjög gjarnan skapa störf og fá fólk til að fjárfesta og þá lækkar hann vextina til þess að færri spari og fara og eyði þessum peningum þannig getur þú skapað meiri umsvif í hagkerfinu. Þannig að þeir eru að segja markanum, þið þurfa að hegða ykkur einhvern veginn öðruvísi í rauninni. Í rauninni, þeir eru að reyna að hafa áhrif á hegðun. Þannig að... Og það er mitt, þetta eru svona kannski tvær svona lykilbreyturnar, sparnaður og útlán inn í þetta. Akkurat. Svo sko, þú nefnir þetta stórkostlega íslenska orð verðbólga. Það stýrivextir að horfa líka á það. Það er ekki bara það hvort að fólk sé að eyða peningunum sínum og stofna fyrirtæki og fara í fjárfestingar heldur líka verðbólga. Hvað er það? Hvað er verðbólga? Akkurat, og þetta hangir saman. Verðbólga svona segir sér svolítið í orðinu að það er í rauninni þegar verð eru að bólna, þegar verð eru að hækka og verðlag bara almennt, það er allir hlutir einhvern veginn í körfunniðinni þegar þú ferð að versla sem eru að verða aðeins dýrari hægt og rólega og getur gerst hægt, það getur líka gerst mjög hratt og orðið óðaverðbólga og við höfum alveg séð það einhvern tíðan í Íslandi eins og bara í hruninu þá var verðbólga alveg 20% á einu ári. Svo náðum held ég 100% sko 80 eitthvað eða 90 eitthvað. Hún hefur verið óðaverðbólga og sumstaðar, ég meina í Zimbabwe það var svona kannski einna frægasta dæmi algjörlega óðaverðbólga þar sem að bara pappirinn og í kreppunni miklu, pappirinn sem peningarnir eru prentaðar á verður bara algjörlega verðlaus. Þannig að verðbólga, það er svona þess að hækkun á verðlagi og hún er það sem að í rauninni líka er verið að reyna að stýra og það tengir sparnaðanum og fjárfestingunni vegna þess að ef það er óbærslega mikil eftirspurn, ef allir vilja vera fjárfesta og kaupa eitthvað þá skapast óbærslega mikið af svona, allir vilja fá sömu vörurnar og þá er verðlagi líklega til að hækka. Þannig að þú býr til svona þenslu í kerfinu sem að veldur því að það er allir að hlaupa og reyna að kaupa sömu hluti og þá missum við svolítið tökin á því að bara verðlagi þarf þá að hækka. Þannig að, og sömu leiðis eins og núna ef það er engin eftirspurn, engin er að kaupa neina vörur, þá endar með því allt þarf að fara útsölu og þú getur fengið svona neikvæðan spíral og þá getur allt lækkað. Og það er ekki gott heldur. Það er ekki gott heldur. Þannig að þú vilt svona eiginlega reyna að halda einhverju jafnvægi og verðbólgu markmið Seðlabankans, það er ekki 0, það er ekkert endilega best að hafa enga verðbólgu, heldur 2,5%, þannig að svona hófleg verðbólga er af mörgum hagfræðingum talin svona besta mögulega verðbólgan. Og ég man ekki hvort það var sko einhver í Seðlabankanum eða hvar ég sá þetta sko, þegar talaðum verðbólga, ef verðbólga væri til dæmis ef það væri verðbólga í kílómetrum
að þá yrði sko vegalengdin frá Reykjavík og Akureyri á einhverju tímapunkti 1000 kílómetrar þó svo sé alltaf jafn löng. Það er bara, sko, það eru kílómetrir eða krónurnar okkar sem er að verða verð minni við. Akkurat. Svona... Akkurat, og það er annað, allavega þegar ég var í Svíþjóð það var stundum talað um svona titlaverðbólgu. Að það væri verðbólga í hvað starfstitil þú væri með, þannig að allt í hennu voru allir orðnir sérfræðingar og eða forstöðumenn og eitthvað og þá hættir eiginlega sérfræðingur að hafa neina merkingu. Það vartu búin að eiginlega, auka, þá þarftu að fá eitthvað ennþá flottari titil til að skera þig úr fjöldanum. Er það þannig sem aðalhagfræðingur var til? Mig grunar það kannski var bara fyrst einn hagfræðingur. Ég sé rosalega marga aðalhagfræðingar sem eru einir fyrir Já, akkurat. Og ég líka sé titilinn reyndur sérfræðingur. Þannig að það er alls konar til en þetta er einmitt dæmi um svona hvernig í raunhefum stundum hlutinni geta bólnað og stækkað. Þetta er mjög fyndið. En til þess að sko en svo er annað og enn íslenskara fyrirbæri, það er verðtrygging. Akkurat. Hún spilar saman við verðbólgu. Er það ekki? Jú, akkurat. Og verðtrygging hún er óvenjuleg. Þannig að fyrir útlendinga, ef útlendingu kemur að skoða íslenska hagkerfi, þá þarf þetta að útskýra hvað þetta þýðir. En þetta þýðir einfaldlega að þú getur verðtryggt annarkvort innstæður eða útlán sem þýða að þú ert með einhverja vexti sem eru þá raunvextir og svo hækkar líka innstæðan eða lánið í takt við verðbólguna. Þannig að þú ert í rauninni með tryggingu fyrir því að bera ekki skaða af verðbólgunni. Já, í rauninni akkurat, þannig að þú segir ok, það eru 2% verðtryggðir vextir, þá hækkar lánið eða þú borgar 2% vextina pluss 2,5% verðbólgu ef það er raunveruleg verðbólga á tímabilinu. Að því 1000 kallinn sem ég lánaði þér í fyrra er 1002 krónur eða 20 krónur eftir ár til að kaupa það sama. En í mörgum tilvikum þá fylgjast að í rauninni verðbólga og launaþróun. Ekkert alltaf einn á móti einum í gegnum tíma en svona til lengri tíma liti eru hvorutveggja með svona leitni upp á við. Þannig að hugmyndin er líka að ok, ef það er 20% verðbólga þá er alveg frekar líklegt að launin þín hækki líka. Þannig að raunvirðið sem þú ert að borga af láninu þó að krónutalan sé að hækka, raunverðið á að haldast svona nokkurn veginn í jafnvægi. Að því þú hefur úr fleiri krónum að spila. Akkurat. Þannig að En svo er að talað að launahækkanir og þannig erum við komin í hugsanleikur og pólitík að launahækkanir geti valdið verðbólgu. Algjörlega. Og þetta er pínu hænan ekki það því að ef það hækka ef launin hækka og þú ert að selja, þú ert að veitingastað og selja eitthvað út í búð þess að það eru starfsmenn þá sjálfsögðu er partur af því sem þú ert að borga sem neytandi er launakostnaðurinn og það er meira sem frekar hátt hlutfall á svona hálaunamarkaði eins og Íslandi þannig að það getur haft bara töluvert mikil áhrif. Og svo kannski hinliðin á þessu er að þegar laun hækka þá get ég allt í einu keypt miklu fleiri hluti og þá geta þeir sem eru að selja mér þá hækka þá í verði til að mæta því. Akkurat. Þannig að þetta er svona, einmitt, þetta er óbærslega mikið hænan og ekki og að það hanga saman þessar stærðir eins og vorum að tala um þetta með að þú breytir einhverju og þú ætlar að auka líkurnar að allir geti lifað mjög góðu lífi en svo gerast alls konar hliðar hlutir, verða alls konar hliðar áhrif sem voru kannski ekki fyrirsjáanleg. Þetta er að verða svona hagfræði 100 og kannski 102 þetta er skemmtilegt en konseptin hugtökin landsframleiðsla og hagvöxtur og þú veist samdráttur í landsframleiðslu hvað er, þú veist, hvernig ég veit svo mikið að hagvöxtur mælir sem sagt umsvif í hagkerfinu hversu margir er að gera hitt og þetta til að skapa verði hvernig virkar það, hvernig mælum við þetta og hvernig getum við sagt þetta mingi og aukist hvað Akkurat, sko ef við að aftur reyna að bakka og hafa þetta svona eins einfalt og hægt er þú veist, þessi orð, reyndar kosturinn við íslensku orðin í hagfræðistundum er að þau eru svona pínu gagnsæi og lýsa sjálfum sér þannig að landsframleiðsla, það er allt sem er framleitt í landinu þannig að ef það væri lokað og við ættum engin viðskipti við útlönd þá væri það nákvæmlega alla vörur og öll þjónusta sem við getum skapað og þar með sama sem neyslan okkar það er sama sem við fengjum og þú getur líka reiknað þetta bara að hugsa þetta, þú veist, ok, öll laun sem eru borguð og öll ávöxtun á allt, allt sparifé, þú veist að það er einhvers konar svona verðmæta aukning, þetta er verðmæti sem við náum að skapa á einu ári, að það sé landsframleiðsla og ef þú ert að tala um það hagvöxt eða samdrátt, þá er það hvernig þetta breytast á milli ára.
Þannig að ef við náum að framleiða 1000, segjum að það sé einingin sem við náum í ár, ef við náum að framleiða 1010 á næsta ári, þá erum við búin að auka það 1%. Þannig, og þá erum við að tala svona heildartöluna sem við sem samfélag erum að skapa og við erum þá ekki að taka til fólksfjölgunar eða hvort það að koma inn meira vinnuafl eða eitthvað slíkt. Þannig að það ekki endilega samansammerkja milli þess og hvað fæ ég fyrir minn snúð. Þannig að það líka svolítið klassískt og algengt að horfa á landsframleiðslu á mann. Af því það svolítið mælikvarðin ef þú ætlar að bera okkur saman við hvernig hefur fólk það í öðrum löndum. Þess vegna oft talað landsframleiðslu mann í því samhengi, þá erum við að reyna með þetta hvað gott að búa þarna, hvað hefur mikið af neyslu tækifæri. Þannig að landsframleiðsla á mann er mælikvarði á kannski lífsgæði einhverju leyti í því landi. Já, svona einn af þeim mælikvarðum sem við horft á, algjörlega, og hefur verið svona svo klassískasti, þannig að það er oft fyrsti mælikvarðin sem nefndur, en svo reyndar ótrúlega spennandi þróun að það verið svona gera pínu tilraunir með að horfa alltaf annara mælikvarða líka og ég held við séum svona fatta að einmitt landsframleiðsla mann, ef þú ferði yfir einhver ákveðin mörk að þú hefur bara, Maslow píramídana og hefur hann í huga, ertu uppfyll allar grunnþarfirnar, þá kannski auka króna ekki besta leiðin til að hafa jákvæð áhrif á lífsgæðin, þú kannski myndir vilja frekar meiri frítíma eða betri heilsu eða hugsa umhverfismálin. Þannig að ég veit að Hagstofan, ég held að það var bara í síðustu viku, var að birta ótrúlega spennandi verkefni sem man ekki hvort það heitir velferðavísar, ég held það. Já, ég kannast við það. Ekki? Já, en ég man ekki nákvæmlega hvað það er. Rosa flott, ég hef ekki skoðað í dítelum, en þannig þeir að reyna að setja mælikvarða á til dæmis umhverfismálin. Og þetta held ég það sem við munum sjá meira af going forward. Og sem er haldið áfram að slá sem er bókum, sko, sem er svona popbókum, ég les ekki nema ég les svo lítið af almennum fræðibókum en ég held að það var í bókinni Sapiens sem búið fyrir nokkrum árum. Þar var einmitt talað sko hamingja mannkyns, hamingja okkar, hún hefur ekkert aukist. Bara frá örófi elda, það er svo gott sem okkur. Það er lítil tengsl á milli efnahagslegrar velgengni, þú veist, ef þú líður skort þá ert þú hamingjusamur. Akkurat. En sko hamingjumælikvarðar teka ekki upp á því þrátt fyrir bara rosalega mikið viðbótar auð. Nákvæmlega, og bara þetta er ein bara áhrifaríkasta bók sem ég hef lesið líka og með ástæðum frábær og þarna voru þeir svolítið að tala sko við maðurinn sem svona tegund, eða dýrategund að það sem við erum einhvern veginn innprentið til að gera er að reyna að dreifa dýrategundinu sem víðast. Við erum svolítið bara eins og vírus, bara samátt og COVID vill komast sem víðast og ná að fjölga sér sem mest, þá var það svolítið markmið í Homo sapiens og okkur tókst það með því að brjótast úr viðjum þessa safnara og gathering hunters samfélagi yfir í að fara að byggja borgir og gera meira og meira. Við gátum fjölga okkur miklu meira á hraðar en það kannski fyrir einstaklingin þýddi ekkit endilega meiri lífsgæði. En fyrir tegundina þá var það rosalega stór. Fyrir tegundina, akkurat. Og svo náttúrulega, ég meina, er rosa erfitt að setja þau spór, þá voru náttúrulega alls konar hræðilegir sjúkdómar og hlutir í gangi sem að bara við eigum erfitt með að mæla einhvern veginn, þannig að ég er ekkert viss að það hafi eitthvað verið lífið dans á rósum þá heldur, sko. En svona þessi mælikvarði, ef þú átt sjálfur að setja fingur á lífsamingina, þá held ég að sé ekki 100% fylgni við landsframleiðslu á mann þó að hún sé einn parturinn. Akkurat, og eins ef þú ferð til landa þar sem sko landsframleiðsla er mjög lítil og bara þú veist, lönd sem búa við þessi örfá og lönd sem ennþá í heiminum búa ennþá við sárafátækt. Þar þú veist, ef þú tekur einhvern hamingjumælikvarða þar, þá ertu í rauninu bara að spyrja allt aðra hluti vegna þess að þegar þú býrð við sárafátækt og bara sko skort, þú færð ekki nóga vatni og mat og bara pensilín og lyfjum þá mun þið líða illa en þér líður líka illa sko í Svíþjóð að því þú ert með kvíðahnút yfir sko einhverju sem er að trufla þig, þannig þú munt alltaf segja sko nei, ég hef það ekki gott og það er ekkert, maður vil ekki gera lítið úr því hvort tveggja er. Þannig þetta er og það er líka þetta, þú veist, að þú ert ofta að bera þig saman við fólki í kringu þig. Stundum er þetta svolítið relatíft, ekki bara svona absolutt mælikvarðar. Þannig að ef þú hefur það betra en aðrir í hverfinuðinu eða göttunuðinu, þá getur það alveg skipt máli, ekki síður en hvort þú sért bestur í heimi eða einhvern veginn fátækastur í heimi. Þú hefur einhvern veginn ekki endilega hugmynd það. Þannig Nú erum við komin á hættulega slóður held ég út úr þessu. En mér langar aðeins að spóla tilbaka og fara aftur inn í sko vextina og stýrivextina. Nú
maður sér oft sko stýrivaxta breytingar þeir hækka og lækka og yfirleitt svona eitthvað brot af sko 1/4% í einu 0,25% og þannig bankar sko að því þú talar að sko, stýrivextir hafa áhrif á vaxtakjör bankana en bankarnir elta stýrivextina ekki alveg það eru fleiri þættir sem hafa áhrif á útlána innlán og útlánavextir hjá bankunum heldur bara stýrivextir Akkurat. Hvað það þá svona fyrst og fremst kannski sem stjórnar þessu? Algjörlega, og ef bankarnir fengið mitt alla peningana á þeim kjörum sem eru stýrivexti Seðlabankans, þá myndir sjá örugglega sterkari fylgni, en bankar eru fjármagnaðir með mismunandi hætti. Hluti innistæður, þar sem að bankarnir velja ákveða vextina og það stýri hversu margir leggja inn peningana sína. Já. Hluti eru skuldabréf, til dæmis sértryggð skuldabréf þar sem eru svona húsnæðislán að veði og það oft svona nokkuð góðum kjörum. Svo getum við verið með skuldabréfútgáfur í íslenskri mynt eða erlendri mynt það sem bara eru almenn skuldabréf, það sem eru ekki veð á bakvið og þar eru vextirnir svolítið herri. Og svo eigið fé, bara eins og öllum fyrirtækjum. Þú getur verið með einhverja skuldir á efnahagsreikningnum en svo þarf þetta að fjármagna eitthvað með eigið fé. Og hjá íslenskum bönkum þá eigið fé mjög hátt í alþjóðlegum samanburði og eigið fé oftast dýrasti fjármagnarkosturinn af því að þar eigandinn að setja inn fé og hann veit að hann aftastur í röðinni þannig að ef það gengur illa hjá bankanum þá ertu líklega til að tapa ykkur að því og þú fær bara arð ef það gengur vel. Þannig að núna til dæmis arðsemis markmið íslensku bankana svona í kringum 10%, 8-10% í tilviki Íslandsbanka og það í rauninni bara það sem að eigandinn gerir kröfu að fá. 8-10% af eigin fé? Já, arðsemi á eigin fé. Arðsemiskrafa á eigin fé. Akkurat. Þannig að fyrir miljard sem þú setur inn í þá viltu fá 80-100 milljónir. Já, þú getur sagt það, akkurat. Ég máladeildarstúdent, þannig að vant fyrir mig að reikna hluti. Já, akkurat. Þannig að segjum að þú setur inn 100 krónur, þá viltu fá 8-10 krónur, þú veist, á það. Takk fyrir. Þannig bara alltaf vera örugum að við séum að fara með rétt val. Og þarna bara verið að horfa á, ég get fjárfest í banka eða ég geti fjárfest í flugfélagi eða einhverjum öðrum hlutabrjöfum. Þannig að ég að taka einhverja áhættu og met mína ávöxtunarkröfu bara í samanburði við aðra fjárfestingarkosti. Þannig að þess vegna ég segi, þetta er flókið, þannig að það ekki þess vegna 100% af okkar fjármagnum sem kemur beint frá Seðlabankanum, heldur þetta svona óbein áhrif. Okay. En þessir vextir á útlán sérstaklega, þegar maður horfa á þetta og það hefur verið mjög mikið að gera í endurfjármögnunardeildinni hjá ykkur undanfarna mánuði að því vextir hafa aldrei verið lægri og fólk hefur svolítið hoppað á það að lækka vextina sín á þessum útlánum. Sko, hvaða þýðingu hefur það? Ekki það er augljóst að það hefur það þýðingu að ég borga færri peninga af lánum mínu núna á lægri vöxtum heldur en ég gerði. En í stóra samhenginu, hvernig þessar upphæðir tegjast saman, er það ekki? Og yfir lengri tíma þá skiptir þetta máli, er það ekki? Jú, það gerir það og alltaf vextirnir greiðslubyrðin litast mjög mikið af vöxtunum en það sem er líka áhugavert núna í þessari endurfjármögnunar hrinu að það eru miklu fleiri komnir á breytilega vexti. Já. Og það hefur svolítið áhugaverðar afleiðingar af því að á meðan að vextirnir voru verðtryggðir þá höfðu stýrivexti Seðlabankans minni áhrif. Já, einhverjur hafa sagt nánast engin áhrif. Já, sem við segja það. En allavega þá var í rauninni verðbólgan, þá þurfti stýrivextirnir að hafa áhrif á verðbólguna sem var svo í rauninni það sem hafði áhrif á hvað þú borgaðir in the end. En núna í rauninni eru miklu fleiri komnir á vexti þar sem að stýrivexti munu bara hafa bein áhrif. Já, þannig að þeir eru ekki þegar þú ert með óverðtryggða vexti þá ertu bæðið með fasta og breytilega föstu breytast á 3 til 5 ára fresti en breytilegu geta breyst bara dag frá degi. Akkurat. Og jafnvel að þú ert með fasta þá eru þeir held ég færi alveg rétt með þetta aldrei lengur fastir enn í 5 ár. Þannig að við vitum ekki hver staðan verður 2026 en það er mjög líklegt að vextir verða ekki nákvæmlega sömu að þeir eru í dag. Og áhrif þess að vextirnir eru breytilegir, hvaða þýðingu hefur það fyrir Seðlabankann í þessu samhengi? Það er rauninni þýðir að þeirra svona stjórntæki af því sem við vorum að tala þeirra reyna að stýra að það verður miklu beittara og það verður alveg áhugavert að sjá núna af því við munum eflaust einhvern tímann sjá hækkandi vexti þó ég hafi ekki glóru hvenær það verður og hversu hratt það munum við sjá öðruvísi áhrif heldur en kannski áður.
og það svona svolítið líka þetta sko, sem hagfræðingar alltaf að segja sko, this time it's different sko. Það er alltaf einhverja svona breytingar það sem við höfum ekki hugmynd hvernig þetta mun virka núna því að það er svo margt öðruvísi en síðast þegar við lentum í einhverju sambandi. Var það ekki með, ég held að hafi verið kollegiðin í Íslandsbanka sem bendi mitt á þetta að með vextina að það gæti minni stýrivaxtabreytingar gæti það gæti þurft minna til þess að ná þeim áhrifum Akkurat. Sem væri stefnt að. Akkurat og það verður alveg áhugavert þannig ég held svona, þú veist, ég rekna með að Seðlabanki munir svona aðeins prófa sig áfram og fylgjast rosalega vel með hvaða viðbrögð og afleiðingar verða af þeirra breytingu þegar það kemur. Er þá þetta stýrivaxtatæki, er það orðið þetta er annað verkfæri en það var þá? Beittara eða Já, ég held ekki alveg sagt það, mér finnst það líklegt þú veist, eins og segja, við vitum ekki nákvæmlega en þú veist, þetta þýðir að þegar þú ert að borga á láninu, þú veist, það er mjög fljótt að hækka nokkra þúsundkalla þannig að það er mjög mikilvægt að þegar fólk er að pæla í þessum muni á verðtryggðu og óverðtryggðu að það hugja því að það er svona aðeins meira kannski óvissa En af hverju eru þá kostirni við föst, af hverju eru það ekki bara allir með fasta vexti? Það er góð spurning sko, þegar bankarnir eru að festa vexti það er mjög áhugavert og það er mismunandi munur hvort að föstu vextirnir eru hærri eða lægri en breytilegu en það eru allir svona einhverju leyti að reyna jafna út eða þetta byggir alltaf einhverjum væntingum hvernig vextir munu þróast í framtíðinni þannig að þegar þú ert að velja á milli þá ert að horfa ok, hér fæ ég þessa vexti þeir eru, þú veist 2 og hér eru 3% ef þeir eru fastir en ef þú heldur að vextir muni fara bara upp í 5% á næstu 2 árum þá er kannski betra að festa það En breytilegu vextirnir eru sérst lægri heldur en föstu vextir í dag til dæmis Ekki í öllum tilvikum, ég held að sé eitthvað aðeins mismunandi hjá mismunandi bönkum þannig að þú veist það er og það er líka endurspeglar að það hafa ekkert allir sömu væntingar hvernig hlutinni þróast þannig að og ég veit ekki þú veist hvort maður allar sjálfur að fara að mynda sér einhverja skoðuna sem þú veist Jón á göttunni en já, það veit eiginlega enginn alveg hvað gerist og sumir segja bara lágur vextir og komið til að vera á Íslandi þú veist sumir segja við munum aldrei aftur sjá það sem að var að gerast fyrir nokkrum árum sko. Þannig að ég þóri ekki að fara með það sem betur fyrir ekki lengur í það erfir stöð að þurfa að spá fyrir þessi hluti það eru aðri kollega mínir sem sjá það Sko þú talar um hrunið sem að manni finnst alltaf áhugavert að hugsa til þess sko, það er að vera það langt frá því að það er fólk sem er að hlusta á þetta sem veit ekki hvað það er en fyrir fólk sem er mitt 35 ára þá höfum við gengið í gegnum 2 kreppur hver finnst þér vera helsti munurinn á hruninu sem var þetta 2008 og kreppunni er ekki hægt að tala um þetta sem hrun hérna þó svo þetta hafi sé ég kallum þetta, hvað hefur kallað þetta kreppu, koronakreppu eða eitthvað hver er munurinn, hver sýnist þér vera munurinn að þessu svona í svipin Sko, bara ef ég tala svona aðeins út frá mínu sjónarhóli og kannski hvernig svona fjármála kerfið hefur verið að náttúrulega í fyrri fjármálahruninu, fyrri kreppunni sem við erum að vísi í, það náttúrulega var svolítið bankakerfið þungamiðan og maður gæti kallað það orsök eða svona var svolítið það sem kom hlutunum á stað á meðan að núna upplifum miklu sterkar að bankarnir voru búin að gera ráð fyrir að það gæti orðið einhver áföll og stóðu mjög vel, voru búin að vera mjög íhaldsamir eða svona passasamir og eru kannski meira hluti núna af lausninni heldur vandanum. Þannig að til dæmis núna eru bankarnir búin að hafa svigrúm til þess að frista lán og taka þátt í aðgerðum með ríkisstjórninni og svona kannski hjálpa bæði einstaklingum og fyrirtækjum í gegnum erfiða tíma og ég held að það sé svona meira sveiflujafnandi eða miklu jákvæðara núna þannig að svona vonandi erum við að ná betur utanum þetta og þannig að þó að það sé hátt atvinnuleysi og sérstaklega á sumum stöðum á landinu sem er náttúrulega mjög vont og sérstaklega í lengri tíma þá er líka svona aðri hlutar hagkerfisins sem hafa haldið sér ótrúlega vel og náð svona einhvern veginn að þess að vega upp á móti öðrum áföllum. Þannig að þessi niðursveifla er svona, hún er kannski það eru færri sem finna fyrir henni og finna verð fyrir henni. Já, ég held að það og kannski núna líka það er ennþá svo mikil óvissa framtíðan og það er svolítið það sem kannski svona
ferðaþjónustan svona búið að vera, þú veist, tala að það veit enginn alveg hvenær bólusetningun líkur eða hvenær ferðamenn munu byrja að koma aftur og það gerir það líka svolítið erfitt. Ég held svona í fjármálahruninu það var rosalega skörp dífa og jókst mjög mikið atvinnuleysi en svo mjög fljótt byrjaði fólk svona í nýsköpun og þú veist, við fundum botnin á meðan að mjög mörg lönd í Evrópu voru kannski ennþá ekki búin alveg að taka á sínum málum. Þannig ég upplifi svona núna aðeins meira óvissa, getur orðið svona einhver liði langdregnara en við erum samt að sjá hagkerfið koma betur út úr þessu heldur en margir þorðaði að vona fyrir einhverju mánuði síðan. Og þar sáum við líka verðbólgu taka kipp, húsnæðisverð bara niður, en nú hefur það, verðbólga hefur svona aðeins farið upp, en húsnæðisverð hefur hækkað. Maður finnst rosalega sérstakt. Já, akkurat. Ég ætla ekki að spyrja akkur þú heldur að það sé, ég held að það sé voðalega erfitt að svara því. Lækkandi vextir kannski eina ástæðan, en já, það er... Já, ég meina rosa margt í því, en það er náttúrulega ótrúlegt miðað við hvað við erum búin að vera mikið að vinna heim og svona, þú veist bara hvað tæknin er búin að hjálpa okkur mikið að halda framleiðinni hárri, þannig að það er í rauninni ótrúlega hátt hlutfall sem næri að vinna þrátt fyrir mjög undarlegar aðstæður og það að svona fólk hafi ferðast innanlands og kannski svona neysla Íslandinga á Íslandi hafi aukist. Hefur alveg vegið aðeins upp á móti og hjálpað þó að auðvitað séu eins og ég segi bara fulla meðvitund að það eru ekki allir náttúrulega svo heppnir og það er, ég man ekki ég held ég að einhvers heyrt sagt að það væru að jafnaði 50.000 íbúar Íslands væru erlendis á hverjum tímapunkti þannig að þegar, og ég held svona það eru ekki margir Íslendingar eftir út í heimi þannig að þegar þeir koma allir heim með allar sína tekjur og kaupmátt þá vega þeir töluvert upp á móti af því ef þú tekur alla ferðamennina sem eru á Íslandi þá eru þeir eru örglega dreift yfir árið eru þeir ekkit endilega fleiri þú veist sem eru hérna á hverjum tímapunkti þannig að þetta er áhugavert að sjá þetta en það er annað konsept í þessu sem að það er atvinnuleysi af hverju verður atvinnuleysi? Já, af hverju verður atvinnuleysi? Atvinnuleysi náttúrulega er hlutfall þeirra sem eru vilja vinna en eru ekki að vinna og við mælum það hér á Íslandi oftast bara út frá atvinnuleysisskrá og það sem gerist bara eins og núna, þetta er allt spurningum framboð og eftirspurn að þegar að það er meira framboð af fólki heldur en eftirspurn eftir fólki í störf þá eykst atvinnuleysi og það er náttúrulega sjáum það bara mjög svarta hvítu núna í ferðaþjónustinni ferðamannabransanum að ef það er ekki útlendingar til þess að þjónusta þá er ekki störf kannski til að vinna þannig að það er svona og ef það er lokað á veitingastöðum þá líka verða uppsagnir þannig að það er svona svolítið þannig sem það hangir saman. Og þetta býtur þá aftur í þetta býtur þá vantarlega í hagvöxt því þegar hagvöxtur er mælikvarði á efnahagsumsvif í landinu þegar atvinnuleysi verður þá er þetta fólk sem er ekki sem hefur ekki tækifæri til að leggja til þessara verðmætasköpunar ömurlegt og það dregur þá verður minni hagvöxtur getur þetta spíralað hvernig virkar það þegar atvinnuleysi verður mjög mikið og dregur þá ennþá meira hagvöxti eða hvernig Já, þetta eru eins og alltaf svo ótrúlega margir samverkandi þættir en ég held svona, þú veist, í fjármálahruninu til dæmis í kjölfari varð svolítið mikil nýsköpun og svona, það eru tæknifyrirtæki sem er að gera mjög góða hluti í dag af því við vorum að tala Georg Mannimenica var til dæmis stofnað í kjölfari á fyrra fjármálahruninu þannig að svona, og það skapar störf og það er vinna í dag yfir 100 manns og þannig að svona, þú sér það einhverja jákvæða hluti en ég held að svona óvissan á meðan fólk er ennþá í biðstöðu að það sé svolítið vont þar sem að fólk er kannski vonast eftir að fá eitthvað sambarlegt við gamla starfið sitt og þetta oft svona krefst þess að fólk endurmennti sig eða skiptum starfsvettvang eða sína ákveðin sveigjanleika og þar höfum við á Íslandi verið ótrúlega framalega og oft sýnt sig að við getum farið úr einu í annað ef maður getur sagt það bara eins og túrisminn sem var ekki það stór fyrir fjármálahrunið. Akkurat. Og allir fullt af fólki í bankageirunum í túrisma. Nákvæmlega. Það er mjög áhugavert. En þá að því við komum á húsnæðismarkaðum og húsnæðismarkaður húsnæðisverð á Íslandi hefur allavega haft þá tilhneigingu til að hækka og hækka meira heldur en annað
meir en verðbólga, meir en kaupmáttur, er það ekki? Ég held ég sé ekki á mjög hálum ís þegar ég segi þetta. Nei, ég held að sé, sé alveg örugt. Þetta er svo spurning hvort það sé, er alltaf gáfulegt að kaupa húsnæði frekar en að kaupa það ekki? Ef maður á að velja að taka, þú veist, og það er líka að taka lán fyrir húsnæði, er gott að taka lán fyrir húsnæði til að kaupa það, frekar en til dæmis að leigja það eða það er erfitt að búa ekki neins staðar, þannig að þetta er eiginlega einu valmöguleikandi sem maður hefur. Já, einmitt, sko er það alltaf góð hugmynd? Ég held að sé alltaf hættulegt að segja það, maður aldrei að segja alltaf. Maður aldrei að segja aldrei og maður aldrei að segja alltaf. En jú, og þú veist, ef þú kaupir húsnæði þú hefur ekki efnað því, þú veist, það er pottitt ekki góð hugmynd. Ef þú átt annarkvort ekki fyrir útborguninni og þarft að gera það á einhverjum okurvöxtum eða ef þú hefur ekki svigrúm til að borga af láninu eða jafnvel ef einmitt vextirnir breytast eða afborgunin geti hækkað eitthvað. Þannig ég held sem mjög mikilvægt að taka skynsamlega ákvörðun hvað það varðar. Hins vegar eins og bendir á, þú veist, þá hefur húsnæðisverð hækkað mjög mikið og svona út frá FIRE-pælingum og svona, þú veist, góð sparnaðar kostur, þú veist, þá hefur fasteignaverð sýnt sig að vera góðan, sérstaklega þú veist að hugsa til langstíma, af því eins og í fjármálakreppunni fasteignaverð getur klárlega lækkað, en svona til lengri tíma litið hefur það allavega hingað til verið góð ákvörðun. Það kemur tilbaka og ég meina einhvers staðar einmitt eins og þú segir þarf maður að búa, en ég hef líka á tímabili í mínu lífi verið á leigumarkanum og svona, svo ég nefndi, var svona pínu brend eftir hrunið og þess að þeir bjói Svíþjóð og það var ég bæði ekkert búin að ákveða hvað ég ætla að búa þar lengi og líka bara svona leið ekki vel með að skuldsetja mig til að taka lán þar af því að fasteignamarkaðurinn þar var mjög hátt verðlaður að mér fannst, svo reyndar þau eru nörgulega búin að tvöfalda síðan áskilur þannig að á þeim tímapunkti fyrir mig var leigumarkaðurinn bara rétt ákvörðun af því að mér leið bara miklu frjálsari og einhvern veginn öruggari þannig að það er alls konar aðri hlutir sem geta spilað inn í líka. En með skuldsetninguna, það er sko, það er ekki gott að skulda og svona bara þú vilt frekar ekki skulda heldur en skulda, en til þess að kaupa húsnæði þá er skuldsetning yfirleitt eini möguleikin og eru það lán sem maður vill taka í rauninni? Já, nú þú segir ekki gott að skulda, ég held að ég verði að vera pínu ósammála þess og ég veit að það er ekkit endilega vinsæl skoðun og kannski svona umdeild en stundum er klárlega allt í lagi að skulda, það skiptir bara óbærslega miklu máli hvað ætlar að gera við peningana sem þú tekur að láni. Það er kannski mikilvægari punkt. Og ef þú ert að taka einhver neyslulán á okurvöxtum þá er það alltaf vond hugmynd, ef þú ætlar bara að eyða þeim í, þú veist, að fara út að borða eða kaupa flóti buxurnar eða hvað svo sem það er en það er oft svona talað að bæði fasteign og nám séu góðar afsakanir til að taka lán af því að það er arðsamt og skila sér í auknum tekjum seinna meir og þetta með að eitthvað sé arðsamt og getur skila sér í betri tekjum seinna meir getur alveg átt fleiri hluti og til dæmis bara talandi nýsköpun og að skapa störf í gegnum að taka lán, þá getur það líka verið mjög jákvæðar ákvarðanir og gott fyrir fjárfestana þá í því tilviki en líka í sumum tilvikum skapa störf og búið til hagvöxt fyrir okkur hin. Þannig ég held svona það er svolítið tengingin inn í það að ríkið og fleiri er að styðja við nýsköpun að þannig búum við til drögu var atvinnuleysi þegar fólk vant að vinna. Og svo komstu líka inn á varðandi skuldsetningu bara áður en við fórum að taka upp. Þú komst í kynni við áhrifaríka umhyggju í gegnum við skuldsetningu. Já, akkurat. Þetta er eiginlega svona margþætt saga en já, einmitt, sko örlán, microfinance á ensku er eitthvað sem ég hef haft svona mikinn nörda hagfræði áhuga á og örlán eru líka alveg umdeild af því að þú getur klárlega verið með örlán sem eru á okurvöxtum og geta haft mjög neikvæð áhrif. Það kallum við neyslulán eða smálán. Já, neyslulán eða smálán er meiri í þróunarlöndum þar sem þessi microfinance eru í gangi. Sumstaðar eru 100% vextir á örlánum. Þú veist, það eru meira hærri vextir en við á Íslandi skilur þekkjum og fólk neyðist til að taka þau og það getur klárlega haft mjög neikvæð áhrif. Þannig að það er sama og ég var að segja áðan, það fyrir algjörlega eftir hvað ætlar að nota peningin í og hver arðsemin er á móti vöxtunum. En mér finnst örlán ótrúlega áhugaverð leið til þess að hjálpa
fólki og ég var að sem sagt, vinna hjá Kiva, tók mér hálft ár í leyfi og vann fyrir félag eða fyrirtæki sem heitir kiva.org sem er svona eitt stærsta örlana fyrirtæki í heiminum og eru að vinna í yfir 70 löndum og eru í raunin að lána lán á 0% vöxtum til þess að hjálpa fólki að koma til þessu fótunum. Og ég var þá að vinna fyrir það í San Francisco og í Kenya og kynntist þess að fekk að hitta mikið af þessu fólki sem var að taka lánin og þið myndu aldrei trúa því hvað svona lítið lán í þessum heimi geta verið áhrifarík af því að einhverju tilvíkum var fólk kannski að fá jafngildi 10.000 eða 15.000 íslenskra króna og þú þurftir að borga tilbaka kannski 10 greiðslum yfir 10 mánaða tímabil þannig að þetta voru ekki miklu peningar eða langur tími en þú komst kannski úr því að vera með daglega tekjur upp á $1 eða $2 og náður að tvöfaldaðir upp í 2 eða 4 þannig að það er ótrúlega merkilegt og þá oft snýrist þetta að fólk var ekkert endilega að fara að stofna rosalega flóki fyrirtæki eitt dæmi sem að ég man rosalega vel eftir það var kona sem að átti saumavél og var að vinna sem saumakona í litlu þorpi í Indlandi og ef hún fekk kúnna inn til sín þá tók hún málinn og ákvað ég ætla að breyta þessum kjól svona eða sauma þetta svona hinsegin. Næsta sem hún gerði var að setjast upp í rútu og taka rútu í 2 klukkutíma í næsta stóra þorp og þar fór hún að keypti sér tvinna og það efni sem hún þurfti fyrir þetta verk. Þannig að hún átti 0 lager sjálfa því hún hafði ekki efna á að kaupa sér eitt hvítan og eitt svart sinnakefli til að hafa heima á sér. Þannig að þegar hún fekk 10.000 krónur þá gat hún farið og keypt sér óbáslega mikið af efni og gat sleppti að ferðast í 2 klukkutíma hvora leið fyrir hvern kúna sem hún fekk. Þannig að hún fekk halvan vinnudag þannig bara. Þannig að hún fekk halvan vinnudag, þannig að hún tvöfaldaði tekjurnar sínar með óbáslega easy auðveldu og þannig sé lágri áhættu í rauninni. Og þetta var svona bara dæmi hvað fólk hatt gert þegar það fekk peninga þarna og þarna held að hún myndi alveg klárlega fullyrða að þetta hafi verið mjög gott lán sem hún tók þarna. Hvorki fyrir menntun í húsnæði. Nei, en þarna eru að tala lán fyrir bara í rauninni fjárfestingu. Í fjárfestingu, akkurat. En hún samt kunni á sauma og hún vissi hvað hún var að gera. Þannig að fyrir henni var þetta ekki, hún var ekki að fara út í atvinnurekstur og taka mikla áhættu. Af því að það hefði geta komið henni í verri stöðu heldur en ekki. Þannig að svona þegar að þú ert að veita þessi örlán þá fylgir mikil fræðsla með af því þú vilt vera vissum að fólk bara skilji hvað lán er, þú veist hvað þýðir og þú átt að borga það tilbaka, hvað þýða vextir og svo framvegis. Og þannig erum við búin að veita núna í Indlandi í kringu þetta verkefni yfir 1000 lán og í mjög mörgum tilvikum er fólk að ná að tvöfalda tekjurnar sínar og það beauty í þessu er að þú getur alltaf lána sama lánið aftur út af því fólk borgar tilbaka. Þannig að sami 10.000 kallinn, hann getur yfir nokkur ára tímabil hjálpað mörgum. Þannig að það er ótrúlega mista skemmtilegt. Og svo spyrðu fólk, ok, nú ertu búin að tvöfalda tekjurnar þínar, hvað ætlar að gera, þú veist, hver ætlar að breyta? Bara eiginlega allir sem ég talaði við sem áttu börn ætluðu að setja þetta allt í menntun barna sinna. Af því það er bara þeirra leið að brjóta þessa fátækra gildru sem er í gangi þarna. Og það er sko fyrir okkur sem sittum hérna efst á hnettinum með þú veist þar sem 1 eða 2 eða 3 eða 4 dollarar sko á dag skipt okkur nánast engu máli þá þurfum við að hafa hugfast að fyrir einhvern að fara úr einum úr 2 eða 2 upp í 3 eða 4 það er eins og fyrir einhvern sem er með sko 500.000 laun að fara í milljón og það er bara, þú sér það myndi hafa rosalega mikil áhrif á lífmanns. Akkurat, fyrir utan sko að þeir eru svona óbáslega neðarlega í tekjudreifingunni þá getur þetta snúist einmitt bara að þú sért alltaf bara ná leveli 2 Maslow sko, þú ert ekki komin hærra en það þannig og svona ástæðan fyrir að mér fannst þetta svo áhugavert var að ég var að ferðast Indland fyrir, það eru líklega meir en það, ok, fyrir mörgum árum, þá var ég að ferðast í Indlandi og heimsótti svona nokkur barnaheimili og þar voru munaðarlaus börn en það kom mér meira óvart að þar voru líka börn sem áttu foreldra en höfðu í rauninni verið tekin inn á þessi barnaheimili að því foreldrarnir voru bara svo fjárhagslega illa stað, þau gátt ekki séð börnin sín. Það er ótrúlegt. Og svo tilhugsun einmitt bara ok, þannig að það er ekki verið að hjálpa foreldrinu að koma sér undir sér fótunum heldur að vera að taka barnið og þú veist bara hvernig upplifir foreldri það hlýtur að vera bara ennþá verra þó þetta gleðst yfir að barnið fái menntun en er ekki skilvirkara að reyna að hjálpa, þú veist, ráðast að rót vandans, hjálpa þeim að koma undir sér fótunum svo þau getur borga menntun barnana sína frekar en að við sem að senda pening út í það. Og maður myndi halda að það sé miklu ódýrara að hjálpa foreldrunum.
Já, í þeim tilvikum sem það er hægt, en svo náttúrulega eins og með allt annað í heiminum þá er þetta rosa flókið, þannig að þú munt þurfa hvori tveggja, en ég held að þetta sé líka svona, það er ekki ein lausn sem að mun leysa öll vandamál, þannig að þú vilt alltaf blanda því og ef þessi lausn hentar þá er það náttúrulega ótrúlega fallegt. Þetta er ótrúlega fallegt og því við kemur sko inn á ein lausn fyrir alla, við erum alltaf að leita þessari töfralausn, það finnst bara ekki. Að því sögðu, ef þú mættir gefa eitt ráð til allra Íslendinga í peningum, hvað verður það? Eitt fjármálaráð? Heldur svona, já. Já, einmitt, það er náttúrulega klassísk og ekki taka smálán, þú veist, ekki og ekki einhvern veginn, festast í einhverjum þannig gildrum. Ég held samt sko að því vorum að tala svona Sapiens og annar kafli sem að snerti mér rosalega mikið þar var þessi sem talaði sko að það er svo mörg konsept í okkar lífi sem er bara uppfinning mannsins og peningar er eina af þessum uppfinningum. Í rauninni, þú veist, lán líka. Peningar og lán og þetta er bara eitthvað sem að maðurinn hefur svona búið til og við eigum öll í einhverjum svona flóknu sambandi við peninga og það er alls konar svona mýtur og hugsanavillur sem geta tengst í og ég held að það sé ótrúlega hollt að reyna að vera meðvitaður sínar hugsanavillur og ég horfði eins ás strák eins og Georg og ég var að hlusta á podcastin daginn sem snýrist svona fjármála uppeldi eiginlega og þar var verið að tala um að maður að tala í svona podcasti og hann var að segja frá bók sem hann hefði skrifað sjálfur sem hann var að fjalla um alls konar svona hugsanavillur tengdi þessu og hann talaði um skala sem ég fannst fangaði þetta rosalega vel að þú getur verið á skalanum varandi sambandið við peninga allt frá því að hata peninga og bara allir sem eiga peninga hljóta að vera illmenni, þú veist það er ekki kaka sem er hægt að stækka heldur, þú lítur að hafa svínað á einhverjum og ef einhver elst upp í þannig hugarheimi, þá er mjög líklegt að þú myndir halda fram að hugsa þannig líka á meðan að þú getur líka aðlist upp í hinum endanum á spektruminu, það sem að bara peningar eru laust á öllu og þitt sjálfsvirði er bara 100% tengt við að peningar, einhvern veginn meiri peningar, meiri hamingja sem er alltaf líka miskilningur og ég held að svona lausnin sé að vera einhvers veginn á milli en ég held allavega að það sem ég ætla að segja ráðið mitt væri spyrjaði aðeins sko, hvert er mitt samband við peningar? Getur verið að það sé einhver svona hugsanavilla eða eitthvað svona einhver ástæð fyrir að mér líður svona með peninga og kannski svona velta fyrir sér hvaða því sem ég hef lært peninga hefur hjálpað mér og er jákvætt og hvað mögulega er að halda aftur af mér og láta mig líða illa. Hann pýr svona núvitundar Ég held að þetta hljóta að vera lokaorðin í þessu þætti. Ég held að þetta sé eitthvað sem allir geta tekið til sín. Bara takk kærlega fyrir komuna Kristrún og Tinna í leitin af penningunum. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert spjall og mjög fróðlegt og bara gott að geta svona farið í 101 á einum klukkutíma í hagfræðinni. Frábært, bara takk kærlega fyrir mig. Takk. Og ef þú hlustandi góður lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, máttu endilega hafa samband við okkur á Facebook síðunni leitin af penningunum. Takk fyrir að hlusta.